Við erum öll söfnuður Guðs, þannig að við þurfum ekkert að stofna nýja kirkju. Nei. Við ætlum að fara að hittast. Já. Og við erum að hittast hérna á 50-dagskvöldum, kl. 6:30 og bara byrjaði að kafa í orðið. Það er svona aðalmarkmiðið. Þannig að við þurfum ekki að stofna kirkju til þess að koma saman. Nei. En það er gaman að sjá samt, eins og Maggi er búinn að stofna kirkju og það eru fleiri að stofna kirkju. Og við styðjum það, við erum ekki að koma gegn því að fólk eigi ekki vera að stofna kirkjur. En punkturinn kannski er það að við erum kirkja. Það sem 2 eru 3 samankomnir, það er Jesú mitt á meðal. Já. Við erum með reyninni bara að fara að hafa okkur eins og kirkja. Já. Verið einingu. Já. Hvernig væri það, Magnús? Það væri frábært. Ekki? Já. Það er það sem þetta snýst Af því munu hinn ófrelsuðu þekkja okkur að við erum að við berum kærleika botið annars. Já. Og líka tekið eftir að það eru margir sem eru bara samfélagsmiðlum sem eru bara að horfa á samkomur í sjónvarpinu og eru heitum umræðum þar, alls konar málefni og menn og hitt og þetta. Þannig að við ætlum að líka koma sem sagt bara góðri biblíukennslu áfram á samfélagsmiðlum og á netinu og getum bara tekið umræðuna þar. Og fólk með spurningar, getum bara verið í bílnum að hlusta eða heima á sér og bara senda inn spurningar eða kommenta eða eitthvað. Já, hörður á að vera með bindi eða ekki vera með þessi gleraugu. En svoleiðis kannski sem koma biblíunni ekki beint yfir kannski öðrum kategórium. Já, en hér er gleraugaskylda. Já. Nema þú ert kona. Það fyrir allir að lesa orðið með okkar gleraugum. Við sjáum orðið í réttu ljósi með gleraugunum og svo ef við tökum það af þá er allt í móðu og engin opinberun í gangi. Þessi gleraugu fást í Optical Studio. Nei. Það þarf að tjóta. Kynning. Lesgleraugun, já. Lesgleraugun, já. Já, en það skiptir samt svo miklu máli hvernig gleraugu maður er með ef maður lesur Biblíuna, ef maður er að lesa þetta út í réttu ljósi. Já, einu hugmyndum að maður vill fá fyrir niðurstöður. Eða maður bara með opinn huga og vill bara lesa orðið og skilja orðið eins og það er skrifað í upphafi til lesandans sem að tekur við í upphafi. Já. Ég held að Biblían geti aldrei þýtt neitt í dag sem að hún þýddi ekki þegar höfundurinn var að skrifa texta. Já, það er svolítið. Það er svona grunn hugmyndin. Ef ég skrifa þér bréf sem að þýðir bara eitthvað sem við erum að takast á í dag, þá eftir 2000 ár þá þýðir það ekki bara eitthvað allt annað því að einhver annar er kannski búinn að, snúa því eitthvað sem er að gerast í honum og svona. Já, sem alltaf bara líka menningin breytist með tímanum og eitthvað sem skrifar eitthvað í Ísrael og við erum að lesa það á Íslandi, við höfum kannski svolítið torfskilið fyrir okkur ákveðin orðaforði eða lýsingar, eins og orðið réttlæti. Á grísku er 7 sikkur orðin en við þýðum alltaf réttlæti. Og það er samt stór saga bak við orðana. Já. Þannig að við erum að skilja menningarlegt samhengi og allt svoleiðis líka. En samt er manneskjan eins og í aldingarðinum, leið og Adam skerði á bak og Guð böstaði hann og þá sagði hann bara kona mín gerði það. Ég veit það, en það gerði hann það. Við erum alltaf fljóta að kenna öðrum og allt það. Þannig að við erum alltaf að díla við það sama og fólki verður. Sjálfselska og sjálfsvarðisla. Já. Þannig að þú myndir segja að meginmarkmið þessa hóps er að sjá ritninguna í réttu ljósi, koma saman, gera þetta saman og líka bara halda okkur gangandi í raun og veru, eða þú veist, taka ábyrgð á þessu. Og bara iðka trúna saman, við getum verið að skýra fólk í skýrnuleginni hérna, bryðja saman, brjóta brauðið saman og lesa orðið saman. Svo þurfum við eitthvað meira. Leggja hendur yfir sjúka og þeir verða heilir og reyka til landa. Þetta er rauninni... Sem er svolítið skemmtilegt atriði að þetta er svolítið svona reynsluboltar hérna í því. Já, það er það skemmtilegt. Þannig að við erum að tala um það að við ætlum að fara í gegnum Nýja testamentið, fara að byrjum fyrstu blaðsíðu til síðustu blaðsíðu og síðan ætlum að taka Gamla testamentið frá fyrstu blaðsíðu til síðustu blaðsíðu. Já. Er eitthvað tímarammi eða ætlum við bara að frímála þetta? Nei, bara eins lengi og það þarf. Eins og lengi og þarf En það ferur þá bara í hring. Þegar við erum búið með Nýja testamentið þá ferur við bara í Gamla og svo þegar það er búið þá ferur við aftur í Nýja og mjög sniðugt. Og svo er líka annað sem ég var að hugsa í sambandi við orðið að það skiptir í raun ekki máli hvað maður veit, þú getur þulið upp endalaus ritningarvers og
og kunna textan og allt textan og við getum rifist sko hvort að Mattheusar guðspjall var byggt á Markúsar guðspjalli og ef svo hvort það var ritað sko 50, 60 eða kannski bara 80, 90 og búið til alls konar flækjur. Ef ég trúi því að Mattheusar guðspjall sé byggt á Markúsar guðspjalli þá hlýtur það að vera skrifað svona 80, 90 og það þýðir að í Mattheus 24 það var spádómur Jesú að musturinn myndi vera eyðilagt. Þá var það skrifað eftir að musturinn var eyðilagt, þá var það ekki einhver spádómur heldur bara nákvæm eftirmynd af því sem að því sem gerðist. Það enginn trúi því sko. Og þá líka, 90 eftir Kristi kannski segja sumir að Mattheus lærisveinn Jesú hafi verið dáinn, samt veit enginn hvernig hann dó. Og þú veist, það þetta að hengja sig endalaust í þessu sko. Var ræðuheimildin til, Mattheus, Markús og Lúkas að öll að vinna fyrir einhver einni heimild eða ekki, en þú veist, það skiptir bara ekki máli sko. Það sem skiptir máli að við getum lesið textan og hann talir til okkar og við getum einhvern veginn tilengja okkur textan og þannig að móti líf okkar. Þannig að við erum raun og bara að koma hérna til þess að vera lærisveinar þegar lærisveinar verður fullnuma að vera eins og meistar hans. Basically við erum að gera það sem orðið segir. Þannig að þó að við séum að taka þetta kannski í einhverju sögulegu samhengi og guðfræðilegu samhengi þá erum við ekki að fara þá verðum við bara, þú veist, ekki að taka Mattheus sem hluta af samstofna guðspjallunum og í einhverju heldur bara hvað Mattheus, höfundur Mattheusar guðspjall, að segja við lesendur sína í guðspjallunum. Og það eitt af það sem að Jesú endaði með í 28. kaflanum og það byrjar í 18. versinu. Og Jesús gekk til þeirra og talaði við þá og sagði allt valdi mig gefið á himni og jörðu farið til að gefa alla þjóðir á lærisveinu. Skýrið þá í nafni mínu og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðað ykkur. Sjá, ég með ykkur allt til enda veraldar. Allt til enda veraldar, Þannig að það má segja að þessu hópur byggist á því að kenna hvort öðrum að halda allt það sem hann boðaði. Og skýra. Og fara ekki langt. Og fara ekki langt. Fara ekki lengra en það sem ritað er. Einmitt. Það nefnilega svolítið góður punktur. Mér finnst svolítið gaman að fara miklu lengra en ég finnst svona tilbaka. Þá skaltu lesa annað Jóhannesarbréf, 9. vers. Sér hver sem fer langt og ekki stöðugur í kenningu Krists, hefur ekki Guð. Þannig að það eins gott að halda sig við orðið. Orðið og mælist til þeirri trúar sem við höfum gefið. Það nefnilega það sem við viljum gera sko. Berið þá ávöxt sambúðin iðrunni, sagði Jón skýrur í 3. kaflanum. Það fyrir manna. Það mjög manna. Og En hvað myndir þú vilja helst sjá gerast í þínu eigin lífi í gegnum þennan hóp? Það flókið spurning? Nei. Bara fyrsta lagi að fá meiri áhuga á biblíunni og geta svona fengið hvatningu til að lesa hana í samfélagi. Af því að ef allir eru einir út í sínu horni þá einhvern veginn minni drifkraftur og það ekkert verið að spegla hugmyndir og annað og í þessum hóp eru við líka opnir fyrir hugmyndum. Það með sér eitthvað öðru sér heldur en ég og það getur verið gaman að ræða það og kannski eigur skilning minn að hlusta hana og svo get ég kannski komið með eitthvað punkt sem að kveikir ljósbyrja á þér og svo ert þú með eitthvað sem að Magnús hefur aldrei séð áður og saman komum við með miklu meiri skilning og opinberun og það svona kveikir í manni sko. Þannig að það eiginlega svolítið þannig að bara svona kveikja eldinn í hver öðru og ég held að við séum líka bara kirkjan söfnuðurinn samfélag og þetta hefur aldrei verið hannað í einhverju svona einstaklingskapplaupi þetta ekki júdó þar sem bara einn á móti einum við erum bara ein heild einhvern veginn á ferðalagi með Guði sko og við þurfum á hver öðru að halda, við þurfum á gjöfum hvers annars að halda, þurfum á visku hvers annars að halda, stuðningi Það svo oft og létt að misskilja hvort annað eins og bara það að við settum á Facebook áðan að þú þarft ekki að stofna kirkju til þess að koma saman, það það misskilja það er að taka út frá þessa lýsingu að við séum á móti því að fólk stofna kirkju eða við séum að gera lítið úr því sem fólk getur gera sem það bara til miður ekki rétt við trúum virkilega því að þarf á kirkjum að halda og því meira á kirkjum sem að rísa upp, því meira líf í líkamanum og Krist á Íslandi og það líka bara svo í þessu vegi að oft sem að við sem kristur einstaklingar að einu samskiptin okkar við hvort annað í gegnum Facebook chatgrúpu
skilaboðum eða SMS eða hvað sem það svo oft létt að miðskilja eitthvað sem sent eða sagt. Það líka svo bara gott að spyrja. Maður nenni því samt ekki. Nei, það hægt að spyrja. Það öðruvísi í samfélagi, þá actually ertu komin á staðinn og þú þarft actually að setja hlutina upp á borð til þess að ræða það. Annars bara þögn. En við vorum í rauninni bara að segja að við þurfum ekkert að flækja það, við getum bara komið saman. Við erum nú þegar öll, hluta líkamannkrist, við erum kirkjan, bara þurfum ekkert meira en bara hittast með biblíuna og... Í rauninu er við nokkrar kirkjur að hittast saman. Já, ég til dæmis... Þetta var kirkjurásum. Það er engin skilið milli safnaða hér, við erum bara... Ég er 7. dags aðvendisti. Þú með heimakirkjuna og hann pastor hérna. Og aðeins hann í stæði. Ég lagði pastor í stæði, Það var öll stæði laus. Þú ert að stæði bíl. Þú ert að stæði bíl. Já, en hann lagði samt í pastor í stæði. Það er yfirvísi. Það er nú bara skemmtilega rúmur því, sko. En við náttúrulega erum í veginn, skráðar og... Það eru skráðar, já. Það er líka, það hefur verið svo mikið svona pólitík og eitthvað, ég er í þessari kirkju og þú ert í þessari kirkju og eitthvað, ég mæti á 70 og þú mætir á 50 en þú veist, ég held að við þurfum líka bara droppa þessu dæmi niður, sko, komið tími til þess að þetta fari, sko. Já, það er bara ein trú, ein skýrn, einn Jesús. Já, og einn heilagur andi. Akkurat, það er búið að tækla þetta, þú veist, ekki segja að ég er Apollos eða ég er Páls eða, þú veist. Og það er það sem að Jesús segir þarna bara í 5. kaflanum beint eftir fjallareiðina. Haldi ekki að ég komi til að afnema lögmæla og spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segir yfir hann himinn í örlíðunni rókum líka eitt smástæður stafur og það getur allt komið fram. Veist. Og hann segir þarna, sá sem að kennir öðrum. Já. Hann mun kallast, brýtir eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum mun kallast minnstur í himnaríkinn. Sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Og veist, þetta líka svo góða punktur á því að við þurfum að minna hvort annað, kenna hvort öðru, að halda allt það sem hann boðaði. Já. Það er ekkert mikið það í kirkjunni, í líkamannum. Við kennum okkur sjálfum, Guð kennur okkur, en við erum ekki mikið verið að kenna hvort öðrum að halda það sem hann sagði. Það hefur algjörlega vantað biblíukennslu inn í kirkjuna í mörg ár. Já. Það er að segja, sko, að fara á djúpið og vera með þó að séu auðvitað er einhverju bænhópar einhverstaðar og allt það en aldrei svona eða ekki svo ég mun eftir eða við til að sé það getur vel verið að sé en að sé svona einhverstaðar sem þú verður ekki verið að mæta. Já, ekki vita af því þó bara. Ekki vita af því. Ég hef heyrt það sko að það eru margir, það er alveg biblíu leshópar og konur sérstaklega eru duglegri að hittast og lesa saman. Og ég veit nú allavega 2 hópar sem eru að lesa Ópenbarunarbókina. Veskum konum, hópurinn 5 og... Þannig að það er ágætt og við gerum alltaf lítið af því, sko. Já. Ég hef alltaf ekki verið inn þannig hóp. Ekki síðastliðin 3 ára þá. Nei. Þegar ég síðast þegar ég var í svoleiðis hóp, nákvæmlega hóp eins og það er að gerast hérna núna, nema þessi hópa eru betri, að þá, hann er betri. Það verður alltaf geggja. Það verður alltaf bara geggja, þetta er frábært og yndislegt, en það vantar ekki trúna hérna. En þá var ég miklu ábyrgari sjálfur mér í ganginni. Þá hefði mér ástæði til að lesa heima. Ég vildi ekki mæta á stundina og veit ekki neitt. Nei. Þá hafði maður hvatvísnina eða hvatana baka. Þannig að það hjálpa líka að halda sér í ákveðinni rútínu og svona, við halda sjálfan sér. Þannig að þú ert að hlusta, drullaðir eitthvað og ekki flækja þetta fyrir þér. Við erum á Ingólfsstræti 19, ekki? Já. Og þetta er alla 50 daga, 18:30. Já. Það er ekki live. Það skiptir ekki. Við erum ekki live. Við erum ekki live, en við erum að klippa þetta inn. Bara, ég sé þig, komdu, svo kemur ekki, það er vesen. Skiptir ekki máli hvað kirkju það ert, eða ekki kirkju, bara ef við höfum hópa biblíunni. Hvort þú þekki kirkju ekki, það skiptir ekki máli. Við erum kirkjan, við elskum hvort annað, nema hana. Jó, ég elska hana mest. Já, hann elskar hana. Og hérna, það voru stákir. Og hérna, verður með okkur. Það er ekki flókið. No pláss. Engin pressa. Fóttum við biblíu, átt ekki biblíu, kaupum við biblíu handhægt. Já, það er kannski sniðið líka. Já. Allir fá biblíu. Já, við höfum bara biblíur hérna. Það eru biblíur á borðinu bókstaflega fyrir þann sem mætir ekki með. Þannig að engar áhugur. Akkurat. Það er bara að mæta. Já, og svo hérna, að því við ætlum að fara í Matteusarguðspjall fyrst. Já.
Það bara því að það fyrsta bókin í... Já, en við sleppum svona ættartöluna í. Nei. Ætlaði ekki að sleppa henni? Sko, ættartalan, það er að skrifa doktorsritgerð ég veit það, ég hef lesið hana. Ég man hana utan það, sko. Já. Getur með það? Það kom hana? Já. Svo kom hana. Já. Sjáðu. Já. Ég að horfa á þig. Já. Hvað er það að sendir það? Já, þú skalt ekki ljúga, það var ekki það. En það samt í Gamla testamentinu, þegar við förum á það. Náðinir. Myndi náðinir. Já, náðin, sko. Þú varst að segja rétt að það mun ekki eitt stafkrókur. Aldrei ekki að koma til að afnæma lögmála spáin, sko, ekki til að afnæma, heldur lausir að sannlega segja ég himur í örmum líðandi lókn, ekki eins ástæður stafkrókur falla gildi, þú veist, allt er komið fram. Ég sá það sem að, já, ég ætla ekki að það. Ef alltaf komið fram, þá þurfum við að lesa ættartöluna. Og síðan ef þú ert ekki bara að ná punktinu og að segja ef réttlæti eða ber ekki að réttlæti fræðimenn að fara þess að kemst aldrei inn til himnaríkis. Þannig að ég meina, með þess að Maggi bókinn, bara mic drop. Já, það er komið síman. Fólk er að taka upp upptökuna. Nei, ég var að taka myndar. Já, það var að taka myndar. Ok, ég þarf að hafa með hennar biblíu, af því að ef við skoðum ættartöluna, þú veist, núna... Ég kann hún hana. Já, ég trúi þér. En sko, ættartala er oftast svona... Ísakat, Jakob gat Júda, bræðir hans, Júda gat Ok, sko að gyðingar eru alveg að leggja upp úr því að þeir séu af ætt, þú veist, þannig minnst eða eitthvað ætt þessara og það skiptir að máli að vera góðum ættum og Páll talaði það, þú veist, hann var á hvað ættum hann var og hjá hvaða læramistara hann lærði og allt það og ef við til dæmis, nú eigum við hund sem er hreinræktaður og hann með ættartölu og hann með ættarbók sem sagt og við veitum hvaðan hann kemur og það svona gæðastindill og þú veist, og hérna gæti maður haldið að þú veist, Mattheus sé að skrifa ættartölu Jesú til að sína að ætt hann sé hrein, skilur þess að þetta vekja hann alveg frá þú veist, bara frá Abraham sko og það er líka mikilvægt í þessu að hann sé sonur Davíðs því að gyðingarnir biðu eftir ákveðnum spádómum sem myndi uppfyllast að sonur Davíðs myndi, þú veist, stíga upp í hásatið og svo framvegis. Þetta er líka bara ákveðin sönnun, skilur, hvaðan hann kemur. Þannig er konus borinn, ef hann kemur frá. Þannig að þetta er alveg... Og þú veist, Messías gat aldrei verið annað en sonur Davíðs. Það segir sig bara sjálf. Ef þetta væri ekki, þá, þú veist, það var svolítið slæmt. En svona bara til þess að koma með smá svona diss í það, þá segjum við ættartala Jesú Krist, sonar Davíðs, sonar Abrahams. Abraham gat Ísak gat Jakob gat Júda og bræður hans. Júda gat Peres og Sara við Tamar. Og til dæmis erum við flestum ættartölum sérstaklega tala bara karlleikinn, skilur við. Og þarna þarf ekkert að taka fram að þessi Tamar hafi verið í ættartölunni. Bara hefur ekkert að gera það. Þannig að þá hugsa maður, ok, þetta kemur eins og skrættinu á sögulegnum og þú veist, oft þegar við erum að lesa biblíuna og það er eitthvað sem er svona skrítið eða verðist ekki passa, þá hugsa við bara þetta er bara þversögn með saman sig og bara klættum yfir þetta. En myndirðu trúa mér, ég myndi segja í fyrsta kafla, í fyrstu Mósebók, í 38. kafla, myndirðu finna ættartölu Jesú. Rita fyrir tíma. Ég allan að veita í fyrstu Mósebók, þessum kafla er að tala Tamar. Og þegar ef þú ferði í fyrsta Mósebók, kafla 38, og í 49 orðabili, þú tekur 49 orð í hebreskunni, þá finnur þú Bóas, svo finnur þú 49 orðabil Rut, svo aftur 49 stafir, þá er það Óbed, svo 49, þá finnur þú Ísa, svo 49, þá finnur þú Davíð. Þá finnur þú Jesú, ættartölu Jesú, fallna 1000 árum fyrir, í 49 orða millibili í Gamla testamentinu. Já. Það er reyndar ótrúlega merkilegt. Í hebreskunni eða íslenskunni? Já, bara ef þú tekur 49, það þarf að vera hebreskunni, ef þú tekur 49 orð, bara telur orðin, tekur nafn, 49 orð, tekur nafn og það koma ættartölu Jesú fallna í fyrstu. En hvað var þetta með Tamar? Tamar er ekki eina kona? Nei, en það sem ég langaði til að koma með í samvætið þetta er mjög djúpt með að finna stafina og allt það. En ef við höldum okkur bara við svona almennan lestur og þá sjáum við að það er verið að tala við Tamar hérna og þá er hann í rauninni að segja sko munið eftir Tamar og hann er að koma með hana fram í ljósi hérna í ættartölunni af því hann er að segja okkur sögu
sem að einmitt í 1. Mósebók 38. Já. Þannig að ættatalan upptalning á alls konar sögum og hlutum sem hefði gerst áður en Jesús fæddist. Og þessi saga nú bara alls ekki falleg, það að segja, það bara fólk sem búið að skýta á bak, gjörsamlega lifði í synd og var öðrum ættum og ættirinn ekkert heima í svona trúreikinni ættatölu frelsarans. Já. En það kannski í þessu ljósi sem við getum sagt, sko, ég sem Íslendingur og búinn að lifa mínu lífi hingað til í einhverju vitleysu á samt að líka sem, skilur. Fyrst að eins og Tamar gat verið í ættatölu Jesú Krist, þá getur Guð gert líka eitthvað stórkostlegt við Hvað var hún aftur? Var hún vændiskona eða hvað var hún? Tamar? Það ekki bara að lesa söguna. Já, þetta skemmtileg saga. Gæti alveg hafa gerst hérna bara niður í bæ. Stendur Já, bara hérna. Nei, þá var það ósatt. Já, en bara hérna niður í ég hlýðin kirkjunni. Segir maður, 38. kafli. 38. kafli. Hérna... 1. Mósebók. 1. Mósebók. Þessa mundir bar svo við að Júda fór frá bræðrum sínum og lagði lag sitt við mann okkur í Abdúlam sem Híra hét. Þar sá Júda dóttur kannverksmann sem Súa hét og hann tók hana og hafði samfæri við hana og hún var þunguð og ól son og hún nefndi hann Ger. Og hún var þunguð í annað sinn og ól son og hún nefndi hann Ónan. Og enn ól hún son og nefndi hann Sela og hún var í Kesib hún ól hann. Og Júda tók konu til handa Ger frumgeknum syni sínum, hún hét Tamar. En Ger frumgekinn sonur Júda var vondur í augum drottins, svo að drottin hét hann Deía. Þá mælti Júda við Ónan, gekk þú inn til konu bróður þíns og gekk þú máskyldunni við hana að þú meir afla bróður þínum afkvæmis. En með því að Ónan vissi að afkvæmis skyldi eigi verða hans, þá lét hann sæði spillast á jörðu í hvert sinn hann gekk inn til konu bróður síns til þess að hann aflaði eigi bróður sínum afkvæmis. En drottni míslíkaði það hann gjörði og lét hann einnig deyja. Þá sagði Júda við Tamar tengdadóttur sína, verð þú sem ekkja í húsi föður þíns, þangað til Sela sonur minn verður fulltíða, því að hann hugsaði, ella mun hann og deyja eins og bræður hans. Fór Tamar þá burt og var í húsi föður síns. En með framliðu stundir andaðist dóttur Súa, kona Júda, og Júda lét til af hamrinum, fór hann upp til Timna, til sauðaklippara sinna, hann og Híra, vinur hans frá Adúlam. Var þá Tamar sagt svo frá. Sjá, tengdafaðir þinn fer upp til Timna að klippa sauði sína. Og það kemur djúsi parturinn. Þá fór hún úr ekkibúningi sínum, huldi sér blæju og hjúpaði sig og settist við hlið Enaimborgar sem við veginn til Timna. Því að hún sá að Sela var orðin fulltíða og hún var þó ekki honum gefin fyrir konu. Júda sá hana á höfði að hún væri skækja, því að hún hafði hulið andlit sitt og hann vék til hennar við veginn og mælti, leif mér að leggjast með þér, því hann vissi ekki að hún var tengdadóttir hans. Hún svaraði, hvað viltu gefa mér til þess að þú megir leggjast með mér? Og hann mælti, ég skal senda þér hafurkjöð á jörðinni. Hún svaraði, fáðu mér þá pant, þangað til þú sendir það. Þá mælti hann, hvaða pant skal ég fá þér? En hún svaraði, innsiglisring þinn og festi þína og staf þinn sem þú hefur í hendinni. Og hann fékk henni þetta og lagðist með henni og hún var þunguð af hans völdu. Því næst stóð hún upp, gekk burt og lagði af sér blæjuna og fór aftur í ekkibúning sinn. Þannig þarna konan búin að verða fyrir einhverjum órétti í fjölskyldunni og hún bara ákveður að selja sig þarna tengdapabba sínum og hann barnar hana og þú veist, síðan var allt brjálað og hann var ekki eitt reiður að hún hafi orðið ófrísk í hórdómi og allar eitthvað að láta refsinni en svo kemst þau upp úr krafsinu að hann var bara jafnvel sekar heldur en hún og þetta er bara stórt fjölskyldudrama, bara hórdómur, synd, vesen. Það er basic sundar. Þetta hefur ekki verið gaman að vera þarna í fermingarveislu. Nei. Já, pælti því. Hvað er það? Þú veist, þetta er bara skandal. Tamar. Já, Tamar, já, hún sem var ólíkt tengdi pabba sín. Já, þú veist. Já. Þetta er eins og í kórlendurliðinu það áttu útlýnum mannur og hóttnir sem var með, hvað var það? Með strákunum var með konu pabba sín, sagði ekki? Jó. Þetta er áhugavert. Já. Pælti hvað við erum búin að standa okkur inn í þessari göngu. Fyrir á þeim. Þetta er svona huggunar sögur. Ég að segja það, þú veist. Það er fullkomlega sem við getum tengt við. Já, ég veit það. Svo kemur Óran Rahab að þetta. Já, vændiskona Rahab. Og málið að Rahab var náttúrulega
trúarhetja af því að hún trúði því að Guð Ísraels muni taka borgina og hún var hólpin af því að hún sem sagt, frelsaði þessa njósnara sem komið til hennar og hún faldi þá. Og hún var hólpin og ekki bara hólpin heldur hluta af ættartölu Jesú. Já. Og svo líka til dæmis Rut, hún var náttúrulega Móabíti. Hérna í 5. versinu. Hún var sem sagt innflytjandi. Já. Og það má telja fullt af fólki hérna sem að ásöldi svona skrautlega sögu, sko. Og ég held að ástæðan fyrir þetta fólk í ættartölunni, af því að til dæmis Tamar sem í uppáhaldjarminna, og þarf ekki verið í ættartölunni. Til þess að þú getur rakið ættina frá Jesú til og svo til. En það verið að segja okkur eitthvað með þessu. Og hvað verið að segja okkur með því? Að þetta fólk séu forfeður og formæður Krists. Og raunverulega trúarhetjur þegar á litið, því að Biblían talar alltaf öðruvísi þau en fólk myndi kannski búast við fyrir það sem það hafa gert. Já. Það ekki hægt að orða það þannig? Jú. Það eins og Guð heiðrar fólkið þrátt fyrir dramað og mistöngin. Já, hann endurleysir fólkið, sko. Þegar fólk sem hefur lent í svona vesenni snýr sér til Guðs, þá getur hann bara einhvern veginn endurreista og bara blessa það og gert einhverja stórkostlega hluti í lífinu þeirra. Og það svolítið svona það sem Biblían snýst í hnotskurn. Já, við erum bara öll þjónar. Það sem við erum tilbúin að gefa af okkur mun Guð nota. Það raunverulega eina sem stendur á móti köllunum okkar við sjálf. Já. Já, það tekið fram hérna líka í 7. versinu. Ísai gat Davíð konung, Davíð gat Salomon við konu Úría. Og þú veist, Salomon var náttúrulega annar sonur Davíðs og konu Úría. Þegar Davíð lét drepa mannin hennar, sko, þegar hann gifndist hana og það fullt af svona vafasömum sögum þarna, sko. Og það líka má segja, sko, Matteusarguðspjall náttúrulega skrifað af Matteusi og ég vil bara segja að það sé Matteus lærisveinn Jesú sem að líka kallaði Leví. Og hann var tollheimtumaður og á tímum Heródesar var hann að vinna fyrir Rómverska ríkið sem var óvinur gyðinga og hann var alveg tvöfaldur syndari. Hann var að rukka þá peninga og þjóna óvinnunum. Þannig að þó hann hafi kannski átt fullt af seðlum, þá var hann mjög óvinnsæll og hann var útskúfaður úr samfélaginu. Og það kannski, margir Íslendingar eru þannig. Við höfum alveg nú að peningum, en við höfum ekki þessar samfélagslegu tengingu, sko. Við höfum bara einangruð í okkar eigin heimi. Og við höfum ekki þetta samfélag sem að og þú veist, það er svo fyndið að segja að hann hafi verið svona utangarðsmaður, hann Matteus, hann átti samt allt, hann hafði svaka veislu þarna þegar Jesú kom til hans og hann gaf öllum fullt af seðlum og dóti og þú veist, hann var kall, sko. En ég aldrei sé með seðluna, en ég sé bíómyndina, það er svona leiklist. Já, það er kannski svona silfurpeningar og gullpeningar þá, sko. En hann átti allir þessa verðlegu gæði, sko, en hann var samt utangarðsmaður og svona minni máttar af því að hann var ekki meðtekinn. Hann hafði engar stöðu sem innan gyðinga samfélagsins. Nei. Þar leiðandi var hann útskúfaður. Já. Hann hafði engar stöðu með síns eigins fólks, sko. Já. Og svo við erum líka alltaf að hugsa þetta að við þurfum bara mega, þurfum bara að stofna fyrirtæki, þurfum bara að eignast fullt af peningum, nýjum bíl, einbýlishús. Höldum að það sé eitthvað fengið með því, sko. Þá erum við kannski bara komin í stöðu Matteusar. Eigum þetta dót, en eina báti samt. Eina báti, Já, bara svona smá hugmynd út af því að Matteus er svona, fólk lítur svolítið niður á hann, sko. Mér finnst líka alltaf bíómyndir gera Matteus sem svona þroska eftir einstakling. Af hverju það? Veistu það? Því hann var að telja hluti. Já, bara þessi kallar starffræði, hann er náttúrulega bara eitthvað þroska eftir, sko. Nei, ég veit það ekki. Það er ekkert sem kemur fram í... Það er ekki reikningunni. Ég veit ekki hvað þessi kirkjuforfeðurnir eða eitthvað sem einhver reikningar sem eitthvað sem fyrir utan Biblíuna, en það er alltaf látað að vera eitthvað svona hálfþroska þetta. Já, í Chosen þáttunum er hann svona... Einhver róði, sko, eins og sé bólusettur bara. Kannski, já, hann hefur virkilega fengið allar COVID-smituna. Já, ángríðist, þeir láta hann lítið þannig. Það er bara, herri, að þessi er bólusettur með 5 AstraZeneca. Hann hefur verið bólusettur í æsku. Það er Matteus. Já. En hann einhvern veginn samt skrásetur þetta allt saman. Já. Hann gerir þetta mjög vel. Já. Og þetta er náttúrulega skrifað
til gyðinganna þetta bréf, alltaf nefnt þannig. Já. Og þess vegna byrjar hann strax eftir fjallræðin að segja bara, herðu, þú veist, við erum ekkert að taka hérna fyrstu 5 Mósebækurna og kveikja í þeim, sko. Þetta er bara hver einustu punktur og hver einustu komma er bara ennþá í gildi. Já. Og mér finnst það svolítið góður punktur. Það er geggjað. Og svo mér finnst mér líka geðveikt að Mattheus, sem hefur þá verið hafnað af gyðingasamfélaginu, kynnist Jesú og eignast þetta líf með honum. Já. Að þá er hann að skrifa bókina til gyðinganna, bræðra sinna sem höfðu hafnað hann, skiljið. Til þess að þeir getur líka öðlast þessa trú og kynnir Jesú í rauninni sem, þú veist, hinn annan Móse, son Davíðs, uppfyllingu spátamanna og þann sem þeir voru að biðja eftir. Og það hjarta hans að skrifa bók sem á rætur sínar í öllum ritningunum fyrir akkurat þá sem að voru dæma þegar hann tölum. Já, svo líka þú veist, það eru svona cirka 60 spátumar úr ritum gyðinga sem að, þú veist, hann talar hann vísar í og það byrjum 40 tilvísanir í Gamla testamenti. Þannig að þetta er greinilega til gyðinga til þess að sanna að hann er Messias sem er fram á það, sko. En ekki líka Mattheus sem tollheimtumaður, hann er vanur að skrá allt niður nákvæmlega því hann þarf að standa að skýra bókaldinu. Hann er bókari og þeir eru yfirleitt mjög nákvæmir, sko. Þannig að hann skrifa niður nákvæmlega það sem að... Bókari minni er hann mjög nákvæmur. Já. Nei, hann er ekki nákvæmur. Nei, ég veit ekki... Ég hrættur að maður sé neyslu, sko, ég veit ekki hvað. Já, ekki finnst þetta kalla hann. Bókari minni er að horfa á þessu útsendingu, sko, taktið á, sko, gangurins kontu, 50 dagar, 8:30. Það kemur mjög fram hér að hann er mjög nákvæmur í því sem hann er að gera. Þetta er nákvæm lýsing. Hún er þurra á köflum en þetta er... Getur þið samt ímyndaðir, við erum með bókaldi, við erum báðir rekstri, við myndum skilja ykkur illa gert eitthvað og ríkið setur ykkur út á ykkur hluti. Það er svona, borgaði skatt eða sekt eða eitthvað. Þessi tíma fær bara ykkur, rómverskan handdrukkara með sverðhindín og sveðju og er bara krossfestur líka við. Ekki líka við skil, bara bókstaflega. Bókstaflega. Þannig að það er ekki skrítið að gæinn hafi verið með alltaf hreinir, sko. Það er bara hort upp og bara hræðilega hluti, bara verið að vinna með Jóa, bara Jói skilaði framtalið sín eitthvað illa í hálf, eitthvað, það ég tók eftir, tókaði hann í sundur á laugaveginum, sko. Já, ég veit ekki. Kannski þetta bara bullmenn. Ok, þetta er samt svona ágætis kynning að hvernig ætlum að tólka þetta. Hvað erum við aftur að gera þetta? Við erum að skilja eitthvað ættartöluna. Ég man að þetta er á 50-dögum klukkan, nei. Já. Þú veist, af hverju hann að setja allir þessi nöfnin í ættartöluna? Svo ég myndi læra auðvitað. Nei, þú hefur ekkert að gera með að læra auðvitað. Þú ert að skilja hvað nöfnin þýða og hvað sögur eru. Ég er svo þakkláttur fyrir að þú ætlar að klippa þetta. Ég ætla ekki að klippa þetta. Það er að vera skemmtilegt að senda bara hrátt. Já. Ég ætla að senda þetta á bókara minn. Já, þá er ég með eina spurningu. Þannig að í 17. versinu segir það eru 14 ættliðir til frá Abrahams til Davíðs, 14 ættliðir frá Davíð fram að herleiðingunni til Babylon og 14 ættliðir frá herleiðingunni til Krist. Já. Það er 14, 14 og 14. Já. Margir hafa reynt að túlka þetta í ýmsan hátt. Já. Ertu með einhverja svona djúpstæða talnaglögga? Ég er alveg ágættur með tölur, en 14, ég veit ekki með 14. Nei, ég get ekki sagt. Hvað er 1? En ég get... Hvað er 1? 1? Já. Guð. Ég er ekki hund. Er það ekki Guð eða? Ég hef aldrei hitt það. Nei, ég veit með 2, þá ertu komið með, tvö boður sem eru helst, Já. Og sér veit ég með 5, þá ertu komið fyrstu 5 Mósebækurnar og sér þetta tengjaðu fyrir þetta og sér 12 og ættislega. Það er eitthvað móðalega þræða bakverð. En það er eins og ég nefndi að með Mósebókina með 38, ég ætla að hafa ógslagsett, en 38 orðabillbilið, þá færðu ættsönans Jesú faldna 1000 árum fyrir. Ef við tekum fyrsta stafinn og gerir 38 stafa millibili í gegnum fyrstu Mósebók, þá færðu Tóra, stafur og Tóra, tekur bara einn staf, 38 millibili og gerist í öðra bókinni. Í þriðju bókinni gerist nafn Guðs og í fjórðu bókinni færðu Tóra aftur á bak og það bendir alltaf Guð. Þannig að
einhverja ástæði, bara Guð með eitthvað tölvuforrit upp í himnaríki að prógrama þessa fólk. Þannig að Hebrear sjá tölur öðru heldur en við. Já. Þannig að þetta þú veist, miklu dýpra heldur en bara eitthvað texti. Þetta myndmál, eins og segir, þú veist, tala um myndmál, já. Og það sem í þessu, þegar við segjum 14 ættlíðir, þá sjáum við bara magn, bara 14 manneskjur, skilur við. En þetta getur verið eitthvað svona listrænt myndmál hjá þeim, eins og 14, við getum skiptið niður í, það eru 2 sjöundir, sjöundir, þess fullkomnun, þetta er þessar 2 sinnum 3 sjöundir sem eru 6 sjöundir, svo kemur Jesús fram sem er 7. sjöundin sem er uppfylling hvíldurvæðsins, eða þú veist. En þetta er pælingar sem ég held að við ættum að forðast. Kannski aðeins svo flókið fyrir... Þetta er einhvern veginn ekki... Sem skiptir ekki máli í samhenginu. Þetta er ekki það sem skiptir máli í samhenginu. Nei, en það væri svona gaman að vita þetta allt og rífast þetta við. Nei, nefnilega ekki. Ég held að þetta sé mjög leiðilegt. Fólk væri bara eitthvað, ok, nú er ég kelli í geðróði maður, og hvað, það er ekki marg orkudrykk í dag. Þegar við erum komin í þetta, þá erum við algjörlega búin að missa marks af því hvað textin er að segja. En þá er ég samt að segja, ég er först í einhverju smáatriði sem skiptir engu máli. Þá erum við komið svolítið langt. Og þá erum við komið bara onni í einhverja hólu, sko. Og þess vegna ættum við að sleppa svona túrbanum á Pétur. Og þú segir hvað ekki að gera. Það er eiginlega búið að tækla þetta. Páll sagði, þetta ættartölu bjáður er ekki að rífast þetta. Já, nákvæmlega. Þannig að við fjallum það greiðu, sko. En það er mjög snið. Já, nú vitum við það. Við erum ekki að fara að kafa ofan í... Við þurfum vel að hætta að tala um ættartöluna því að fólk eftir að halda því síðan með klippur. Já, en þú veist, við erum bara... Þetta sé ekki lögum búin að fatta. Já, við erum líka búin að fatta. En ok, en við skulum... Skóla bara svona... Við erum með gleru. Þú vildi sleppa... Ég er komið með hár. Þú vildi sleppa ættartölunni, þess vegna þurftum við að fara í hérna mjög ítarlega. Já, ég kannan þetta hár. Já, ok. En allan þá munum við næstunni byrja bara á 16. versinu, taka söguna fæðingu Jesú. Á að lesa hann þá bara? Já, bara á næsta fimmdag. Þá förum við og tökum bara söguna, kannski með smá skynsemi og yfirleiður. 18. versi. Já, ég er ekki með nógu sterk gleru. Já. 18. Já, þannig þetta er bara svona kynning. Já. En við ætlum ekki að fara að krefja þetta alveg svona til margir En getur ekki lamið eitthvað í rónið eða? Þau eru kannski að hlusta heima að vinna? Þau eru bara eftir að skemmta sér við sögur Tamar og allt þetta siðlausa fólk sem var í upphafi. Má gera þetta í dag? Hvað? Eins og Tamar gerir? Nei. Ok, þá veit ég það. Ok. Já, þú veist En sko, Biblían er ekki til að segja... Það þarf að koma bara fram með fólki þegar það kemur að spila spurningar eins og það sé bara aðsnæðið það. Það sem er svo skemmtilegt í Biblíuna er að hún segir ekki bara frá fullkomnu fólki sem gerði allt rétt og segir svona í því að gera. Ég veit það er nefnilega svolítið mætt að vera. Þetta er bara venjulegt fólk sem gerir fullt af mistökum og það er alls konar drasl í Biblíunni sem við getum lært af. Hvað er versta sem þú gerir? Ég get ekki sagt það. Nei. Láta taka upp. En svona. Bara kannski. Nei, ekki segja. Kannski næst, þú kemur að hluta. Það er allt fyrirgefið og hulið undir blóðinu. Horfið. En mér langar svo að gera meira. Já, myndur að gera meira. Nei, ég veit ekki, er ég að pressa eitthvað eða? Getum við tekið 3. kaflan? Hann er ógeðslega stuttur. En ef við ekki að taka... Þá getum við að gefa svona smá preview af því sem við erum að gera. Hann er juicy, Jóhannes skýrari kemur hana, hann er að lengja liðið og það farið sem er eitthvað rífast. Þurfum við ekki að fara samt í gegnum söguna? Já, við höfum ekki að skipa, sko. Nei, ég er bara að meina svona smá preview af pælingum. Og hérna komum við bara inn í eitthvað sem bara ógeðslega juicy. Það var ekki juicy. Eða þú veist, við erum ekki í ættartölum. Já. Og Jóhannes skýrari kemur hana fram og er bara, gjörið yðurinn, himnaríki ekki námt. Hvað er að gera? Rétt að greiða við drottins. Rödd hrópandi yður, gjörið, greiði við drottins og gerir beina brautina hans. Já. Og sér koma þessar lýsingar á því hvernig það lítur út, sem er bara beint út úr dómarabókinni, öðrum gamla, ég maður rétt. Og farið síðan að koma hana og hvað er að gera þarna, hvað kom að gera þetta, hvað er leiðir þessu? Nei, ég er þetta að spyrja mig seinna. En allavega, hann segir, þér löðurikvinn kendi ykkur að flýja komandir en beri það á sambóðið yðurinni, láti ekki koma til hugar að þið getið sagt með sjálfum ykkar við Abraham föður. Ég segi ykkur, Guð getur vakið Abraham börn á steinum þessum öxin ef þegar lögð að rótum trjánna og hvert að tré sem ber ekki að góðan ávöxt verður upphöggvið og í eld kastað. Ég skýri ykkur með vatni til yðrunar en sá kemur eftir mig er mér máttugri
og ég ekki verður að bera skó hans, hann mun skýra ykkur með heilugum anda og eldi, hann verður varpskóflu í hendi sér og hann mun gjörhreinsa lága sinn og safna hveiti sín í hlöðu, en hismið, hver hismið? Þekkir ykkur það sem að mútið sitja þann flott, mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Við getum tekið alveg frá 18. versinu og hérna út þennan kafla sem þú last, þá verður að lesa hann aðeins hægar. Ég var bara svo ógeðslega æstur. Þetta er geggjað. En ég er bara samt ángríns, við erum bara að gefa smá preview. Já, og ég segi sko að það er eitthvað spátumverðan hjá Jóhannesi, þegar við tala hvað þetta er. Af því að þetta er vantilega að tala mysterisæðina, eða ekki? Jó, eða ekki. Það muni verið koma dómur yfir mysterið. Já, það er eitt, og síðan er sögnin sem er á því bara að þeir sem taka ekki við Kristi og þeir sem eru hismið, þú veist eins og englarnir munu koma og greina frá góða hveitinni við illgressinu í uppskýringuna að þeir verið kastað í óslökkvandi eld. Sem ég hef verið svolítið smeykur út í að stundum er ég svolítið mikið hismið. Þetta er hismið, já. Svo getur líka verið sko einræmaðir alls konar svona hismið sko. Nei, ég veit það, bara stundum bara kemur upp í mér svona. Sumt sem það er sagt ágætt hérna í dag, sumt þessu er bara hismið. Já, ég veit það, já, þú veist, það er alveg þannig. Við ætlum að nota þetta bara svona í dagstæða, það er svo mikið hismi. Já, ég veit það. Hvað var hann að segja? Að ég var með hismi? Já, það var bara hismi sem hann var að kenna hana. Já, og þarna erum við komið með svona nýja skilningu á orðinu hismi sem að komandi kynslóð að geta miskilið þegar þau lesa Biblíuna. Já, einmitt, og þá erum við að falskennendur. Nei, við erum að hafa upprunalega þýðinguna. Já, en það er ekki bara gegja. Jú, en 10. versið. Öxin er þegar lögð að rótum trjánna og hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður höggvið og í eld kastað. Já. Það er svolítið brútal. Já. Er hann að tala bara það sem takk ekki skýr, það sem takk ekki yðrun, eða það sem ber ekki ávöxt? Tré ber ávöxt, við getum speltið í. Tré ber ávöxt. Ég veit það. En hann er að taka bara tréðan og hei. Sjáum það. Já. Sjáumst. Við skulum ræða það í næsta. Allt í lagi. Þú hefur eitthvað til að hlakka til. Við erum lesið fram að 3. kaflanum. Og hérna... Já, ég hef ekki bara tilkynna það. Lestur heima fyrir næsta tíma. Heima lestur. Heima lestur. Það er fínt að vera búin að lesa þetta áður maður kemur. Þá getur maður komið undirbúin og með spurningar. Með punktana sína og spurningar. Það má líka senda spurningar bara á Facebook síðan. Já, endilega kommentið, likeið, deilið, eins og YouTube-stjórnum að segja. Og komið með einhverja djúpar óbyrbarnir sem við getum lært af eða... Ég segi að við tökum 5 kafla. Nei. Jú. 5 kafla. Ekki hlusta 5 kafla. 1. til 5. mantur. Þá verður framöndið morgun. Það er alltaf lágt, sko. 5 kafla. Við þurfum að geta rætt þetta. Já, ég veit það. En tala bara, frátt og ég las á það. Það þurfum að vera að spila... Nei, ég get komið með kassa, kálar og nokko. Og hérna... Við skulum gera, allir sem að mæta næst, þeir fá bara nokko eða kollab. Við höfum bara kassa, nokko og kollab. Ég er með nokko og kollab. En þeir þurfum þá að lesa líka upp á, það skiptumst á að lesa. Nei, lesum 5 kafla heima. Nei, við stoppum hérna eftir Jóhannes skýrir það. Jóhannes skýrir það? Já. Lesa 3 kafla heima. Til 3:12. 3 kafla? Það er léttara. Fram að, hérna... 4 kafla? Nei, við ætlum bara að stoppa hérna áður en að Jesús verður skýrður. Ég kann 1. kafla hlutana, sko, en ég er bara tækt hann að síðan að lesa. Þetta er frá 1:18 til 3. kafla, versi 12. 1:18, 3. kafli, versi 12. Þá er nefnilega búið að setja sviðið tilbúið alveg fyrir Jesú þegar hann kemur, sko. Hvernig er hann í málameinu heima fyrir? Hann er æðislegur. Já. Hérna má ljúga. Nei. Jú. Ég er búin að gera það allt kvöld. Já, en þú veist. Það er bara hismi. Það er bara hismi. Það voru allt brent eftir degi. Já. Þannig að þú verður orðlaus þegar þú kemur til himna. Helgun, heilaleiki, komið, 20 dögum.